á Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði við ykkur áðan að þá ætlum við að fara núna yfir í blakið. En já, karlalandsliðið í blaki náði heldur betur frábærum sigri helgina eða 2 góðum og endu í öðru sæti riðilsins. Og þetta söguleg sigur hjá íslensku strákunum en á línunni kominn landsliðsfyrirliðinn Alexander Stefánsson. Komdu blessaður sæll hefði ekki? Blessaður. Hvernig hefur það? Bara nokkuð góður. Já, þú ert væntanlega svolítið þreyttur eftir helgina. Þetta eru náttúrulega 3 leikir á 3 dögum. Jú, þetta búið að vera alveg hörku prógram sko. Það er svona tók sér frí í vinnunni og bara hvíla sig. Já. Eftir þetta. Nákvæmlega. En ef við förum yfir, það var nú ekki verra að vera á heimavelli núna eða þetta var spilað hérna heima? Nei, það er frábært sko, ég raunum upp á leikina að gera að vera á heimavelli. En svo við erum múin að vera alltaf mikið á heimavelli undanfarin ára, þannig að menn eru orðnir svona pínu að komast út eitthvað. Já. En það er samt, það er alltaf betra að spila sko fyrir framann fólki sem það þekkir. Okay. En kannski fyrir almenn hlustadan, hann kannski áttar sig að þið voru þarna að spila núna helgina í undarriðli EM smáþjóðleikana og svo líka eða ekki undarkeppni fyrir heimsmeistaramótið 2018. Jú, þetta var tvöföld keppni haldin svona samnýtt bara í þetta. Og með þessum árangur þá erum við búin að tryggja ykkur áfram í næstu umferð undarkeppni HM. Og líka í EM megin. En við erum að fara að halda það líka en við vorum hvort tryggðir áfram þar. Já. Þannig að það eru á næstu að horfa á 3 keppnis. Já. Það EM heima og svo smáþjóðleikarnir og það er bara massíft prógram framöndan í okkur. Já, heldur betur og ef maður fer í gegnum þetta hjá okkur, það með að tryggja sér sæti í annar umferð undankeppni heimsmeistaramótsins 2018. Það í fyrst skipti sem að blaklandsliðið gerir það eða ekki? Jú, þetta í fyrst skipti sem að liðið að fara að taka þátt í svona keppni sko. Með einu sinni hafa tekið þátt í bara HM undankeppninu sko. Já. Það var fyrsta umferð og við kepptum við Svíþjóð og Grikkland. Það var hörkuspennandi, þeir reynda að slátra okkur miklu sterkar lið en núna erum við búin að byggja hans betur upp en við sjáum hvort að við getum ekki staðið betur í þessum þjóðum sem að við síðan á móti. Það fór nú svolítið hann í gær þegar þið voru að fara að mæta Andorru. Maður var nú stressaður að þið myndu ekki ná að sigra þá því að Andorra nú ekkert lélegir í blaki svo sem. Nei, þeir eru það ekki. Þeir voru reyndar svona underdogs á mótinu og vorum að horfa á það svona sem léttasta leikin en hann var nú alls ekki gefins eins og kom í ljós í annarri hrinni. Það er náttúrulega baráttu lið sko og börðuð fyrir öllum liðum og gerði okkur þetta erfitt fyrir. Eins og þessi uppbygging búin að ganga út á síðustu ára þá klárum við þetta og heldum haus eins og alltaf erfitt í blakinu. En það kannski tók vel á, þið mætið fyrsta daginn á föstudeginum þá mætið Skotum. Það voru ekkert margir sem bjuggu svo sem við að þið myndu vinna þá? Nei, það var við vissum ekki alveg að horfa þann leik svona fyrir hann sko. Við höfum spilað við áður. Og fyrir 2 árum hefur maður rétt á sama öllu bara í Laugardalnum og við töpum 3-0 fyrir en þá við vildum nú flesti af því að við hefum bara ekki spilað okkar leik sko og bara staðið okkur illa. En okkur núna og horfum bara á þetta aðeins öðruvísi augum og við litum á þetta þannig að við ættum alveg fyllilega séns á að taka. Svo spilum við bara frábæran leik og Skotarnir voru ekkert mikið sigri þó að við munum örfáðanstigum sem við unnum á. Og bara frábært fyrir hópin að taka og vinna fyrsta leik sko móti svona sterku liði sem að koma í ljós að þeir voru sér. Já. Þeir stóðu
vel í kýpur liðinu sem var það, sterkasta liðið sem við lendum oft á móti og þeir náttúrulega klára alla leikinu á mótinu. Skotarnir tóku 2 hrinur á þeim og við vorum stressaðir upp í stúkunni sko að horfa á þetta því að ef skotarnir hefði tekið kýpari þá voru tækifæri okkar voru frekar lítið sko. Það hefði verið leiðilegt að mæta Andorra eftir þann leik allan ef það hefði farið öðruvísi. Já, það hefði nú ekki verið eins spennandi sko. Það væri bara að spila upp á gamanið. En hvernig með eins og kýpur sem endar efst þarna í riðlunum, fara þeir þá beint í heimsmeistarmótið eða munu þeir keppa líka í annar umferð þetta? Veistu það? Ég held að sé það sama, ég ekki alveg klár á því, það eitthvað munur á sko hvernig þetta kalla á kvennamegin. Og kvennamegin að þá fer sko efsta lið minnum við yfir eina keppni og beint inn í keppnina þar á eftir, en ég held að sé ekki svoleiðis karlamegin, gætu nú haft rangt fyrir mig með það, en ég held að þeir séu komni bara í sama pott og við sko, og svo verður bara dregið í riðla fyrir næstu keppni. Já, nákvæmlega. En landsliðið sjálft, það má segja landsliðið kalla sé alveg virkilega ungt lið, svona þannig sem meðalaldurinn ekki tár hjá okkur. Já, það búið að vera mikil og vera að skipta út alltaf mikið af gamlu köllunum sko sem voru og nú erum við bara með einhverja 2 eftir. Það er Róbert og Emil sem eru þeir af þeim sem hafa verið að spila sem mest sko með liðinu og svo erum við fullt af ungum strákur sem bara búið að sem eru búin að sparka hinum gamlu köllurum út sko. Það eru 2 eftir og jú það fyrir þetta mót og þá var það oft svona afsökunin okkar fyrir því að fara að tapa leikjum sko og tapa mótum og vinna ekki skil aldrei almennilegum árangri. En núna það bara farið að verða gömul afsökun sko. Þó að við séum með ungt lið og meðalaldurinn ekki það hár. Og þá eru menn bara orðið það reynslu miklu í liðinu og við eigum að fara að skilja einhver á okkur. Já, nákvæmlega. En svo farið að koma á daginn hjá okkur að tryggja okkur sæti í fleiri keppnum. En aðeins að þér sjálfum, þú spilar það ekki heima eða hvað ertu að spila í dag? Jú, ég spilaði núna síðast með Stjörnunni. Það var út í Svíþjóð að spila þar 2 tímabil og tók síðast tímabil með Stjörnunni og allir ég haldi ekki bara áfram þar. Það verður vera gott tækifæri til þess að ganga í eitthvað nýtt lið. Ég kom úr HK upprunnilega og hvað væri komið tíma að fara eitthvað annað í eitthvað annað lið. Þeir virtust vera með langsterkasta mannskapinn sko. Þannig að leit út fyrir að vera svona skemmtilega áskorun að fara og spila á móti en frekar. Nákvæmlega. En landsliðið sjálft, þeir náttúrulega, þetta ekkert langur undirbúningur sem þið hafið fyrir svona mót. Þið náðu bara að hittast eða ekki bara núna miðjan maí, bara rétt áður en að undankeppnin fór fram? Jú, við tókum einhverjar 2 æfingar í páskafríinu og svo bara kom allir beint upp úr deildinni og spiluðu saman. Þannig að við settum saman stóra hópur bara strax eftir að úrslitakeppnin kláraðist og við erum búin að vera að æfa miklu krafti síðan þá. Það voru nú ekki nema einhverjar 2-3 vikur sko, sem mjög stuttur tíma með það sem við erum vanir að hafa. En sem betur fyrir koma allir bara frekar ferskir og í góðu formi úr deildarkeppninni. Þannig að það voru allir bara klárir í þetta, enginn búin að slaka á neitt á milli og var ekkert mál að spila lið saman sko. Nei, nákvæmlega. En það náttúrulega svona með hvernig staða Blacksins á Íslandinu í dag, það má segja að það nú orðið ansi eins og að lítið út fyrir að sé að fjölga svolítið svona í yngri flokkum hér og þar núna á allstaðar á landinu. Já, það klálega fjölgun í gangi. Það náttúrulega verið sko uppbyggingarstarfsemi í klúbbunum sem fór almennilega á stað fyrir alveg þó nokkrum árum síðan þegar
Káa munum við skrifa undir kids volley samning. Og þá var ég sjálfur fyrst var við sko almenns og uppbyggingarstarf. Og það bara búið að dreifa þetta aldrei vel í klúbbana og þeir klúbbar sem að höfðu ekki verið með almennlegt yngri flokka starf. Þeir fóru að sjá það sko nokkrum ára setna að það skilaði sér upp í sko meistaraflokkin og skilaði sér bara í titlum nokkrum ára setna sko. Þannig að flestir klúbbarnir eru farnir að taka við sér og keyra þetta aldrei gott prógram í gang fyrir yngri flokkana. Og svo fylgir það náttúrulega líka það er mikið af erlendu þjálfurum sem hafa komið inn á undanförnum árum. Þeir fá að miðla sinni reynslu og þekkingu með yngri flokkana og þá verður bara rosaleg styrking og ég sé fram á það að núna eftir bara 4-5 ára þá verður ennþá fleiri sko sem að koma, sterkir leikmenn sem að koma upp úr yngri flokkunum og geta þá hugsanlega sparkað einhverjum á okkur úr landsliðinu ef að þeir fer á þann veg. Já, nákvæmlega. Það verður að vera alltaf endurnýjun? Já, það verður að vera samkeppni, eitthvað að berjast þess að drífa menn áfram. Já. Allan svona með stöðun í dag þá eru þið allan að búin að skrifa ykkur svo bækurnar aðeins og það er bara haldið áfram með það ekki? Jú, það þýðir ekkert annað. Núna mennir konum með smá blóðbragð að þá verður að fara að gera þetta einhverju krafti og skila bara ennþá meiru. Já. Þannig að þetta verður skemmtilegt sko. Að fá svona sigur tilfinningu þó að það ekki verið nema annað sæti sko. Hver veit nema við bara tökum okkur til og vinnum loksins kýpur. Við setjum það ekki bara sem markmið. Já, nákvæmlega. En ég svona rétt í lokin árinni sleppver þá hlýtur það ekki að telja svolítið inn, núna var ekkert langt síðan að tímabilið þannig sé kláraðist, þannig að má segja kannski að allir hafi komið bara í hörkuformi inn í landsliðshópinn núna eða? Já, það var bara algjörlega þannig, það hafði engin neitt tíma til þess að slaka á sko, eins og við vorum nokkrir, við vorum 3 úr stjörnunni sem reyndar tókum ekki þátt í sko úrslitunum í við duttum út í undanúrslitum á móti Káa og það voru þá HK og Káa sem að tókust á þar og það er alveg hörku keppni og allir verður að halda sér gangandi þar og það myndi margir leikmenn úr HK það var ekki verið 5 eða 6 leikmenn úr HK sem spilaði með landsliðinu. Já, nákvæmlega. Rosalega góður árangur þar. Og kannski, eiginlega 7 kannski með Theodor Óskari, hann er ekki HK-vingur þó hann leik í Belgíu? Jú, hann kemur á HK. Ég kemur enda sjálfur á HK líka. Kalla mig stjörnum hann svona aðeins til þess að dreif úr þessu, nákvæmlega. Og það sýnir sig bara hafna með úlingastarfi sko. HK hafa verið öflugir þar. En einmitt að koma allir bara í frábæri formi upp úr deildinni sko og það sýndi sig alveg á því það var mjög mikill kraftur í liðinu sko. Það var alveg við vorum að yfirspila skotana á aðalega bara á krafti og Andorra fekk sömu meðferð. Það döði ekki til á móti kýpurs krafturinn í okkur þeir nýttu sér það að vera miklu reynslu meiri. En það mun koma? Það mun koma. Alexander Stefánsson, þakkaði kærlega fyrir og bara gangi ykkur sem allra best. Er ykkur dagskrá hjá okkur í sumar? Það er alltaf ekki bara strandblaki sem að teka við. Já. Í Hámörkum. Sumir bara halda fram að koma sér í enn betra form og lifta og svoleiðis. Svo taka menn örgulega ágætis frí og gýra sér feðgarinn í deildina næsta ári. Já, nákvæmlega. Það verður eitthvað til þess að halda ykkur gangandi í gegnum veturinn. Að hafa þetta HM fyrir stefnum. Nákvæmlega. Alexander, bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir að hafa mig. Já, blessaður. Já, bye. Já, Alexander Stefánsson, landsliðsfyrirliði í blaki karla. Frábæra árangur á þeim, hún að konir núna í annan umferð í undankeppni fyrir heimsmeistaramóti 2018 og svo náttúrulega verður heldur betur flott mót núna, eða ég held að síðan næsta vor þar sem að smáþjóðleikanir, Evrópumót smáþjóðleika fer fram hér á landi 2017. En það er komið til tíðinda í leikkvöldsins í Pepsi til karla. FH eru konir 1-0 yfir gegn Stjörnunni og það er komið hálfleikur. Markið kom núna á 39. mínútu og það var Emil Pálsson sem skoraði það. Annars er Emil Pálsson einnig búinn að líta á gulaspjaldi á 19. mínútu og Böðvar Böðvarsson, leikmaður FH, fékk gulspjald líka á 43. En hjá Stjörnunni er
Þorri Geir Rúnarsson búinn að líta gula spjaldið. Leikurinn svona FH-ingar töluvert betri, búinn að eiga 7 marktilraunir á móti 1 marktilraun Stjörnumanna, en 4 búið að fara ramman frá FH og á móti 1 einmitt Stjörnunni. Annars í bikarkeppni kvenna þá náði ÍR að minnka munin rétt áður en það var flautað til leiksloka í ÍR-vellinum í Breiðholti, en Þórhildur Stefánsdóttir skoraði fyrstu 2 mörk HK Víkings á 37. og 45. mínútu og Andrea Magnúsdóttir í liði ÍR minnkaði munin á 84. mínútu. Grindavík eru konar í 4-0 gegn Aftureldingu. Það var Sjana Karol Campbell sem skoraði fyrsta marki á 15. mínútu og hún var aftur á ferðin á 67. og Sara Hrund Helgadóttir skoraði svo 4. mark Grindavík á 87. mínútu. Nú það bilið, við ætlum að halda okkur áfram í boltaíþróttum og næsta boltaíþrótt það er körfuboltinn og ekki íslenski boltinn, heldur sá ameríski NBA-deildin. Hún er í fullu keppni, úrslitakeppnin í fullum gangi. Cleveland Torontos, staðan þar 2-1 fyrir Cleveland og Oklahoma eru yfir Golden State 2-1 og ég ætla að heyra í honum Sigur Einar Einarssyni sem verður hér á línunni hér upp úr 9 sem er stjórnar NBA-spjallinu fyrir áhuga sama. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.